Komið sæl, gaman að koma inn í Skagafjörðinn og fá að tala við ykkur. Ég heiti sem sagt Konráð Guðjónsson, ég hagfræðingur og sjálfstæður ráðgjafi fyrir Context. Mér var falið það verkefni fyrir nokkru síðan að taka saman bara hvernig eru lífskjör og bara hvernig staða efnahagsmála og þróun á Íslandi í samanburði við Evrópusambandið. Þetta augljóslega skiptir máli, mér finnst þetta mjög mikilvæg partur inn í þessa umræðu að því að bara fyrir þá einföldu ástæðu að í grunninn byrjar ESB sem efnahagsbandalag, sem efnahagssamstarf. Við erum að hluta til náttúrulega inn í EES og það hefur heilt yfir gengið mjög vel, verið okkur farsælt að vera þar inni, en ESB er náttúrulega svolítið önnur skepna eins og allir vita. Þannig ég ætla svona að fara yfir svolítið breytt yfir sviðið yfir nokkra þætti hvað þetta varðar. Og við byrjum bara stórt, byrjum bara á stóru myndinni. Reyndar á mynd sem það hefur á einhvern óskiljanlegan hátt orðið mjög umdeilt að skoða hagvöxt sem er, já, ég myndi segja upphafspunkturinn í að skoða hvernig efnahagsþróun ríkja er og kannski, já, bara ef þið sjá ekki nógu vel á skjáinn, þá eru einhver sæti en einn á milli fremst, þannig að bara endilega færið ykkur til að sjá. En ég reynir samt að tala þannig að það sjá ekki fyrir þá sem kannski sjá ekki hverja einustu töluðan aftast. En staðreyndin er svo að við höfum verið með töluverðan hagvöxt síðustu 5 ár, 10 ár, 20 ár, hvernig sem við raun og veru lítum á það og bara hefur íslenska hagkerfi hefur dafnað vel, það hefur tekist að skapa mikið af störfum, okkur hefur fjölgað hratt, það hefur verið bara talsverður uppgangur og ef þú skoðar þennan lista Íslandi þarna með 2,7% hagvöxt á síðustu 10 árum, eiginlega öll löndin sem eru fyrir ofan okkur eru lönd sem eru bara fyrrum Austantjalsríki. Undantekningin kannski fyrir ríki sem eru eitthvað líka okkur í Írland, en það er raun og veru skýrist af því að þetta er að alþjóðleg fyrirtæki eins og Meta og Alphabet og fleiri hafa verið að stækka starfsemi sína þar, en það er raun og veru fyrst og fremst bókhaldslegs eðlis. Við getum líka bara skoðað svona almennasta mælikvarða fyrir velsæld millilanda, verga landsframleiðslu á mann. Og til dæmis árið 2024 þá voru við þar í 4. sæti í ESB. Við getum líka skoðað, já, hvað er fólk að neyta af þessum tekjum? Hvernig er einkaneyslan? Hvað hefur fólk mikið milli handana til að eyða raunverulega í húsnæði, mat og allt þetta? Þar voru við í öðru sæti. Þannig að við stöndum býsna vel. Og það er ekki bara það að þróunin af þessa þætti hafi verið heilt yfir góð, er reynda kannski ekki alveg nógu góð allra síðustu ára en látið að leggja milli hluta í bili. Við erum með tiltölulega stutta vinnuviku, stöndum þar nokkuð vel, erum þarna bara svipuðum slóðum og mörg á Norðurlöndunum eins og þið sjáið þarna, Noregur með aðeins styttri, Danmörk aðeins styttri, en við erum að ná fram þessum lífskjörum með því að vinna minna en margar aðra þjóðir til dæmis í Evrópu. Og að því að var minnst á framleiðinni áðan að þá höfum við svona sögulega kannski verið pínu veikleiki og við þurfum að gera betur og það á ekki efni að vera hægst á framleiðinni vexti á Íslandi. Staðreyndin er engu að síður svo að það er eiginlega sama hvaða tímabil maður horfir yfir að miðað við svona lönd sem eru á svipuðu tekjustigi og við eða svona í efri partinum í ESB þá hefur framleiðinni vöxtur hér á landi verið hraðari. Til dæmis við berum saman þarna Norðurlöndin og Ísland frá til dæmis 2017-2025, 12% vöxtur í Íslandi, 7% vöxtur í þessum löndum. Og svo annað sem langar aðeins að staldra við, opinber fjármál, eru þau fullkomin á Íslandi? Síður en svo, eru skuldirnar of miklar? Ég hugsa það. En ef við berum okkur saman hins vegar við og skoðum hérna myndina hægra megin og skoðum hvernig svona ESB einfalt meðaltal af ESB er að þróast, þá stöndum við nokkuð vel. Þar hefur skuldirnar svona verið að síga upp á við og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er að spá því að þær fari hækkandi og jafnvel meiri þessar sviðsmyndir sem gera ráð fyrir að sé enn meiri hækkanir en þetta og meðan að gera ráð fyrir að fari lækkandi hér. Sjáum náttúrulega bilið er mjög mikið, það er fullt af ESB-ríkjum sem skulda minna en við, en það er engu að síður mjög stór ríki sem skulda mjög mikið. Þannig að svona þarna stöndum við aðeins sterkar. Og svo náttúrulega skipta skuldir máli fyrir framtíðina og eins og allir vita þá eru þjóðir bara allstaðar allan heim er að eldast. Við erum ekki undantekning, en það er að gerast bæði seinna og sérstaklega seinna líka aðeins hægar hjá okkur heldur en í öllum löndum ESB. Þarna erum við að skoða framfærsluhlutfall 65 ára eldri.
Það segir eiginlega raun og veru hvert hlutfall þeirra sem eru 65 ára eldri á móti svona alþjóðlegri skilgreiningu á fólki á vinnualdri sem eru 15 til 64 ára. Við erum með eitt lægsta hlutfall í dag og það er gert ráð fyrir að 2050 verði þetta áfram það lægsta. En þetta er samt áskorun fyrir öll ríki, það þarf að sjá fyrir lífeyri og þar stöndum við nokkuð sér á báti með við flest önnur Evrópuríki. Við erum með þessar skuldbindingar sem við höfum gagnvart komandi kynslóðum í lífeyri, þær eru fjármagnaðar að 2/3 og það eru nokkur önnur ríki eins og til dæmis Danmörk og Holland sem standa býsna vel. En svo skoðar maður upp myndina þannig sem þið sjáið hægra megin að þarna eru mörg ríki sem eru með margfaldar skuldir á opinberar skuldir sínar eða þú gerir ráð fyrir hvað þau munu þurfa að borga í lífeyri sem þau hafa ekki safnað eignum fyrir. Og þetta mun setja töluverðan þrýsting á opinber fjármál. Og það var núna fyrir svona mánuði síðan þá gerði Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn gerði bara eiginlega skýrslu þessar horfur í Evrópu. Og var að teikna þá sviðismynd að ef ekkert að gert þá muni heildarskuldir í Evrópu, þannig eru náttúrulega einhver Ísland inn í þessu en ég hugsa að þetta svona 90% ESB-ríki allavega sem eru þannig undir, að það gera ráð fyrir að skuldahlutfall Evrópu tvöfaldist á næstu 15 árum, rúmlega það. Það til svona sambærileg greining, náttúrulega kannski ekki með sömu forsendum, en sambærileg greining sem var framkvæmt fyrir svona árið síðan fyrir Ísland af fjármálaráðuneytinu. Það var gert ráð fyrir að skuldahlutfall eru cirka stöðugt. Og það ekki bara að ríkin eru að vera skuldsettari. ESB hefur byrjað að stofna til skulda. Fram til 2020 þá eru við reynlega ekki til gögn skuldir ESB, þær voru svo litlar. Ég allavega lagði ekki í að fara að grafa mikið eftir, en svo kemur COVID og þá farið í stóra aðgerðapakka, svo haldið áfram að vaxa. Ég hef ekki hugmynd hvernig það muni vaxa, en á myndinni hægra megin hægt að ef við spyrjum okkur hvað það haldi áfram að vaxa með sama hraða, þá það myndin sem við stöndum frammi fyrir. Það færi þá upp í þriðjung árið 2040. Þetta ekki spá, þetta bara til þess að sýna á hvaða leið við höfum verið síðustu ár. Það svona stærsti umræðupunkturinn í öllu þessu náttúrulega blessuð krónan og sögulega séð löng tímabil, já, krónan hefur óstöðug, fallið mikið og svo framvegis. Mestu leyti heimatilbúin vandamál en líka utanaðkomandi áföll. En það sem að gleymist í því að eftir fjármálakreppuna þá lærðum við svolítið stóra leksju. Það búið að setja miklu strangari kröfur á fjármálakerfið, það búið að safna í alvöru gjaldeyrisforða, það búið að breyta framkvæmd peningastefnu, setja áherslu á fjármálastöðugleika og niðurstaðan allavega frá 2013 svo að við höfum sveiflast bara í svipuðu, krónan hefur sveiflast bara og aðrir gjaldmiðlar, meira sem minna en sumir gagnvart Bandaríkjadal. Það hefur sumir haldið fram að vera að segja að sé verið að halda fram að krónan sveiflist minna en evran, ég held að það sé nú ekki alveg rétt og þessi glæra sýnið ekki, en heilt yfir sveifluna bara í fínu lagi. Og svo það atvinnuleysi, eitthvað sem við þekkjum sögulega séð frekar lítið af. Þar stöndum við býsna vel 2025, þó að það hafi hægt á hagkerfinu og að þá vorum við með þriðja minnsta atvinnuleysið innan ESB og svona sögulega séð eins og sjáðu myndinni hægra megin hefur verið undir meðaltali bæði Norðurlandanna og ESB, verulega undir. Og eins og var nefnt áðan, kaupmátturinn alltaf sem skiptir máli, það hefur gengið vel efnahagslega, þannig að það þarf ekki að koma á óvart að kaupmáttur ráðstöfunartekna, bara hvað heimilin geta keypt mikið fyrir það sem eftir í buddunni það búið að greiða skatta, að þar hefur að heilt yfir vaxið hraðar, reyndar náttúrulega litast mjög sveiflumikið náttúrulega út af áhrifum fjármálakreppunnar hér á landi, en heilt yfir hefur verið á mjög góðri leið þar. Og svo það svona eiginlega uppáhaldsmyndi mín sem að fyrir nokkru síðan gerði eiginlega allt vitlaust, þar sem að mjög almenna og alþekkta hugtak kaupmáttur því bara snúið við. Venjulega tölum kaupmátt sem tekjur hlutfalli við verð, hvað við snúum við og segjum verð í hlutfalli við tekjur. Þá erum við með á þann mælikvarða verð í hlutfalli við tekjur, þriðja mesta kaupmátt innan ESB, kaupmáttar ráðstöfunartekna 2024. Það reyndar til ólíkir mælikvarða sem sýna mismunandi sögu, en eiginlega allir benda í þessa átt. Og sjáum við þannig matarkörfuna, 40% undir því sem hjá ESB. Og kannski eitt, ég náði ekki að bæta inn í kynninguna en ég kannski segja þess frá því að það náttúrulega mikið búið að tala það að matvælaverð á Íslandi eitthvað 70-80% hærra en það í ESB. Þarna í þessari umræðu alltaf verið að tala fyrirbæri sem kallast raungengi. Það sem að það að segja okkur
bara það að íslenska krónan sterk. Ísland dýrt land. Ef við tökum þann punkt áfram og ég vona að hann bara deyji í íslenskri umræðu þetta sýni einhvern veginn að það sé verið að okra á neytendum eða hvað það sko. Því að það getur vel verið en það ekki þetta sem að segja það. Að með sömu rökum þá væri 20% gengisfall frábært fyrir neytendur og Íslendinga ef krónan myndi falla 20% því þá myndi hlutfallslega verðið á okkar vörum eða matvöru lækka. Að sama skapi með sömu rökum þá væri ömurlegt fyrir Íslendinga að gengið okkar myndi styrkjast 20%. Það sjá það allir að það náttúrulega ekkert til í þessu þannig að það þarf alltaf að horfa á verð í hlutfalli við tekjur kaupmáttur það sem að skipti máli. Af því sögðu náttúrulega krónan mjög sterk þessar mundir og ég hef lengi talað það ég hef áhyggjur af því að hún sé of sterk en látum það leggja milli hluta í bili. Varðandi matvælaverðið sem var líka aðeins nefnt hérna áðan ég tókum mér að leyfi að taka upp úr skýrslu bændasamtakanna sem var birt í síðustu viku sem var verið að bera saman hvernig matvælaverð í Finnlandi þróaðist eftir inngöngu í ESB og það alveg rétt að svona miða við annað verðlag að þá lækkaði það einhver 10%, hversu mikið var út af ESB vitum við ekki. Áhrifin í Svíþjóð voru held ég jafnvel minni en það sem merkilegt við þessa mynd frá því að með við hlutfalli annað verðlag frá því að þeir gengu í ESB finnar og þangað til eins langt að þessi mynd nær til 2019 og ég held að sé nú sama saga þó myndir spóluna áfram dagsins dag að þá hefur matvælaverð í hlutfalli við almennt verðlag það hefur hækkað meira þar heldur en hér á Íslandi sem nokkuð merkileg staðreynd. Og aftur kaupmáttinn það alltaf sagt já herri það dugar ekki sko að meðaltöl við vorum að tala ég var að horfa á miðgildina áðan í fyrsta lagi og svo líka eiginlega sama hvernig skoða sko tekjujöfnuð eða eftir aldurshópum hvernig heimilissamsetningin þá eru Ísland eiginlega alltaf í toppsætunum sko í versta falli í 10. sæti. Ég myndi segja það af 28 ríkjum myndi ég segja, 29 því að Noregur hann líka, þá myndi ég segja að það sé bara býsna gott. En það sannarlega ekki allt fullkomið hjá okkur, vextinir eru óþolandi háir, vaxtagjöldin eru sem hlutfall af ráðstöfunum tekjum, þau eru sannarlega þau hæstu innan EES-landana, það ekkert leyndarmál, en það þannig lönd sem eru miklu lægri vexti sem eru ekkert svo langt á eftir okkur, því að þegar vexti lækka þá skuldsetur fólk sig einfaldlega meira tilhneigingin og svona að því að landbúnaður stór hér þá datt mér að taka líka þessa töflu sem í skýrslu bændasamtakanna það sem verið að skoða hvað fjármagnsliður eru stórt hlutfall tekjum og þarna í sauðfjárbúum 6%, kúa- og nautgriparækt 12% og ýmissi ræktun 3% og svona með við þær tölur sem maður heyrt hvað afurðaverðið til bænda myndi lækka að það myndi auðvitað verið bændur væntanlega til í lægri vexti eins og við öll að því gefnu að það kom með ESB sem náttúrulega ekkert sjálfsagt að þá sjá það allir að það kannski ekki alveg þannig að verðið sé bara að fara að lækka með einhver 5% eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég get allavega skilið það sjónarmið hjá bændum en sjáum til. En hvers vegna eru vextinir svona mikið hærri? Hvert vandamálið? Það í raun og veru svolítið heimatilbúið. Það liggur alveg ljóst fyrir og þetta kemur fram í evru skýrslu sem að fjármálaráðuneytið birti inn í byrjun sumars að ef við ætluðum að taka með einhvern annan gjaldmiðil þá þurfum við að ná tökum á hlutunum fyrst sjálf og það í raun og veru aldrei neitt sem kemur í veg fyrir það. Eins og hagstjórnin hefur verið hérna síðustu ár þá hefur hún svona eða rammin ekki alveg verið nógu skýr. Verðbólguvæntingar eru alltof háar, það ekki nógu mikill trúverðugleiki á því sem að Seðlabankinn að gera. Í mínum huga svona einna stærsti kannski ástæðan hér bara einfaldlega það að við höfum verið að hækka laun hraðar en hagkerfið ræður við og ef að hagkerfið ræður ekki við launahækkanir þá brýst það einhvers staðar út, það brýst út í veikara gengi og meiri verðbólgu til þess að rétta af. Þannig að punkturinn við þurfum alltaf að taka bara til heima hjá okkur. Og svo ég nú ekki að fara yfir allt sem í skýrslunni, að sjá hana í heild sinni á áframisland.is en ég ætla að taka nokkra þætti viðbót. Eins og ég nefndi hérna áðan þá jöfnuður einna mestur í Evrópu og Íslandi, jafnvel bara í heiminum. Það endurspeglast meðal annars í því að í öllum svona mælingum á skort og efnislegum gæðum eða einhverju slíku,
kemur Ísland hlutfallslega vel út. Við myndum náttúrulega vilja sjá svoleiðis hlutfall í 0, en til dæmis þannig 2020 og 2020 þá var Ísland með 2% þar sem að íbúa sem bjuggu við skort á efnislegum gæðum. Á annan hliðstæða mælikvarða var 4% sem að Hagstofan birtir. Við miður eru bara ekki til nýrri gögn, þetta er skásta sem við höfum, en þetta er eitthvað sem við getum verið stolt af, en náttúrulega er eilíða verkefni að, er það raunhæft að náist niður í 0? Nei, en það hlýtur að vera samt eilíða verkefni að reyna að koma inn í sem næst 0 eins og mögulegt er. Og svo aftur skoðum bara hverju hættu á fátækt og félagslegri útilokun. Íslandi þar líka í sérflokki og líka við skoðum þetta eftir ýmsum svona hliðstæðum breytum eins og bara kyni, aldri, menntun og svoleiðis. Það kannski svona áberandi, kannski, já, má segja við sem svona eftirbátur þegar kemur að háskólamenntun, við erum svona neðarlega það, en almennt eru háskólamenntaðir ekki mikilli hættu á fátækt. Og eigendum með lán sömuleiðis sem að einhverju leyti kannski endurspeglast af því að vaxtastigið of hátt eða hærra en myndu vilja kjósa. Það er mikið talað að ESB leysi húsnæðismálin. Ég hef ekki alveg séð það hvernig íbúðum fjölga ef við göngum inn í ESB því að það er grundvallarvandinn. Staðreyndin er sú að mun fleiri Íslendingar hlutfallslega búa í eigin húsnæði heldur en í ESB. Og kannski stóra myndin hér, og ég held að skipti mestu máli, jú, vextir, við náum þeim eitthvað niður, jú, það getur haft ýmis jákvæð áhrif á fasteignamarkaðinn. En aðalmáli er að þið sjáu hvað þetta er ofboðslega misjafnt eftir löndum og húsnæðiskostnaður og byrði hans er mjög misjafnt eftir þessum evruríkjum og ESB-löndum, alveg óháð því þótt að vextinu séu lágir. Eiginlega eina svona lykil ályktunin sem hægt að draga því er að húsnæðismálin er alltaf eitthvað sem við þurfum að passa upp á sjálf. ESB eða einhver annar er ekki að fara að leysa það fyrir okkur. Og svo er það, já, eiginlega eina af mínum uppáhaldsmyndum, staða ungmenna, það er að segja hlutfall ungmenna sem er ekki í skóla, ekki í vinnu eða annars konar þjálfun. Raun og veru, kannski bara segja ungt fólk sem hefur raun og veru ekkert að gera. Kannski má segja það. Það er lægst á Íslandi og hefur nær alltaf verið bara með því allra lægsta frá upphafi mælinga ef við berum okkur saman við Evrópusambandslöndin. Og þetta er eitthvað sem við getum stolt af, en þetta er önnur breyta sem við myndum vilja sjá nær 0 þó við stöndum býsna vel. Aðeins samkeppnishæfnina, það er að hafa mörg orðið það, ég ætla bara að draga upp eina mynd að við stöndum þar bara ágætlega. Það er nokkur ESB-ríki fyrir ofan okkur, en heilt yfir stöndum við betur. Og heilt yfir höfum við, þetta er reyndar ekki nýjasta úttektin, það er komin ný það sem við reyndar fjallum, en hún kom bara þegar þessi skýrsla var bara tilbúin í raun og veru, en það er alltaf að kynna sér það. En ég held að breyti ekki þeirri mynd að við höfum bara verið á ágætis leið þarna, en þið sjáu allar rauðu súlunar hægra megin, það sýna hvað er að lækka mörg sæti þessi ríki og það er meiri hluti ríkja ESB hefur verið að lækka í samkeppnishæfni á síðastliðnum 4 árum. Og það er að fara mjög langt, hérna er bara svona ein skemmtileg í lokin og bara, já, svolítið viðeigandi kannski þessi þannig til hægri núna þegar gleðigangan var í dag að á Rainbow Map sem mælir réttindi hinsegin fólks að þar erum við í 3. sæti samkvæmt nýjustu tölum, en við stöndum líka mjög vel í mannréttindum og lýðræði. Þannig að, já, þetta er svona stóra myndin, margt mjög gott sem við getum verið stolt af, en ekki fullkomið og það hefur gengið samt mjög vel og svona þessi árangur sem Ísland hefur náð bara frá því að lýðveldið var stofnað, hann er ekki sjálfsagður og við þurfum að hugsa mjög vandlega hvernig við vendum okkar stöðu best. Takk fyrir.